Hæ, ég heiti Elísabet og ætla að segja frá fátækt á Íslandi. Er markmiðið engin fátækt raunhæft? Í ríki með traust velferðarþjóðfélag og sterka tekjujöfnun þá er það mun líklegra að fátækt verði útrýmt að mestu leyti. Íslenskar aðstæður benda til þess að þetta sé að nokkur leyti mögulegt. Tekjujöfnuður er frekar mikill og samfélagsgerfi sem tryggir velferð virkar, sem stuðlar að lágum hlutföllum fátæktar miðað við mörg önnur lönd. Sýndarlega eða gagnrýna sjónarhornið, lagskipting og félagslega haga. Félagsfræðileg lagskipting bendir á að samfélag skiptist upp í stéttir eða hópa með mismunandi aðgang að auðlindum, til dæmis peningum, menntun, tækifæri, félagslegu neti, völdum og svo fleira. Þessi uppbygging getur haldist og endurnýjast jafnvel þótt tekjujöfnuður sé tiltölulega góður. Fátækt er oft margþætt og tengist ekki bara tekjum heldur einnig félagslegri einangrun. Skort á félagslegri þátttöku, færri möguleikum, minni eignum, ótraustri vinnumarkaðssetu og svo fleira. Jafnvel ef grunnuppistaða fátæktar, sárafátækt, er upprætt þá getur félagsleg jarðstaða haldist. Þar er fólk sem er óheppið miðað við miðgildi samfélagsins áfram verið útskúfað. Það þýðir að markmið enga fátækt geti mistað félagslegri jarðarstöðu og félagslegri lagskiptingu sem lifir áfram. Niðurstaðan er sú að markmiðið er vissulega metnaðarfullt og raunhæft ef samfélagið er tilbúið í að grípa til kerfisbundinna aðgerða, en full útrýming fátæktar þarf líka viðurkenningu á því að fátækt og félagsleg lagskipting eru flókin og marglega fyrirbæri og þá verður markmiðið miklu erfiðara. Félagsfræðilega má því gagnrýna það sem ædalístískt, jafnvel þótt það sé mikilvægt sem stefnulína. Ef félagsleg lagskipting er nauðsynleg, er fátækt þá nauðsynleg? Ef við viðurkennum að félagsleg lagskipting sé á einhverju leyti óhjákvæmileg vegna skiptingar í störfum, menntun, ábyrgð, mismunandi hæfileikum, markaðsöflum og svo fleira, þá þýðir það ekki að fátækt sé sjálfkrafa nauðsynleg, en það þýðir að félagslegur munur mun líklega viðgangast. Lagskipting þarf ekki að þýða dauða fátækt, hún getur þýtt mismunandi stéttir sem allir hafa aðgang að lágmarks lífskjörum, tækifærum og félagslegri virðingu. Fátækt sem lífsstefna eða ótrygg staða þarf ekki að vera hluti af lagskiptingu eða samfélagslegu kerfi veita vörn. Ef velferðarkerfið tryggir grunnlífskjör fyrir alla getur félagsleg lagskipting verið milduð að miklu leyti eða orðið minna jaðarstöðu sem þýðir raunverulega fátækt. Á Íslandi, hvernig nýjustu tölur og fréttir fátækt mismunandi mynd, helstu staðreyndir og gögnum og fréttum árið 2003 var hlutfall þeirra sem voru með tekjur undir 60% af miðgildi 9%, en sem áður finnur fólki efnislegum skorti í 2003 var hlutfall þeirra sem glímdu við efnislegan skort 3,7%. Börn eru sérstaklega viðkvæmur hópur árið 2001, voru 13,1 barna í áhættuhópi fátæktar, en efnislegur skortur var 4,2% hjá börnum. Samt sem áður miðað við mörg önnur lönd eru hlutföllin tiltölulega lág. Ýmsar þjóðir hafa mun hærri hlutföll, en nýleg frétt frá 2025 bendir á að innan ákveðinnar stéttarfélags Efling sé fátækt mun algengari. 13.000 Efling-meðlimir eru sagðir búa í fátækt samkvæmt skýrslu með alvarlegri, efnislegri og félagslegri útilokun fyrir marga. Af hverju mismunandi birtingar myndar fátækt í fréttum? Misjafnar skilgreiningar á fátækt. Sum mæla at risk of poverty, tekjur undir ákveðnu marka, önnur mæla efnislegan skort eða önnur skoða menntun, húsnæðisstöðu, félagslega þátttöku. Þessar mismunandi skilgreiningar gefa mismunandi niðurstöður. Hópagreining: þegar verið er að skoða ákveðna hópa, til dæmis láglauna vinnufólk,
stéttarfélög, einstæða foreldra, börn kemur oft í ljós að fátækt er mun algengara innan þeirra hópa en hjá almennu þjóðinni. Þess vegna geta greinar sem fjalla að fólk í fátækt sýnt sterkari þenslu en þjóðarmeðaltöl. Breytileikar í efnahagslegum aðstæðum, til dæmis áhrif verðbólgu, vaxtahækkana, húsnæðiskostnaðar, óstöðugleika á vinnumarkaði, kostnaðar við neyslu og svo fleira. Þessar breytur hafa áhrif strax á lífskjör margra sem getur aukið fátækt eða útilokun jafnvel þótt meðaltöl haldist nokkuð stöðug. Í raun sýna þessar mismunandi birtingar að fátækt er ekki eitt fast fyrirbæri heldur margþætt og því mismunandi fyrir ólíka hópa. Hérna er mynd af fátækt. Konan telur sig fátæka, ekki endilega vegna algildis, skorts, hungur eða húsnæðisleysi heldur vegna þess að hún á ekki efni á þjónustu sem flestir telja sjálfsagða. Þetta er dæmi afstæða fátæktar sem fátækt er skilgreind út frá því að hafa minni aðgang að lífsgæðum en meirihlutinn í samfélaginu. Þetta endurspeglar mjög vel hvernig fátækt birtist í velferðarríkjum eins og Íslandi. Er fátækt eins allsstaðar? Nei, fátækt er mjög ólík eftir samfélögum. Jafnvel þótt að kjarninn sé líkur er birtingarmynd fátæktar ólík eftir menningu, kerfum og væntingum. Á Íslandi getur fátækt til dæmis þýtt að eiga ekki efni á íþróttagjöldum barna en í Afríku gæti hún þýtt að eiga ekki að borða næsta dag. Það sem telst nauðsynlegt er mjög mismunandi. Á Íslandi er eðlilegt að eiga farsíma, kaupa heitan mat, hafa internet, geta keypt vetrarföt. Ef þú hefur ekki aðgang að þessu ertu félagslega útilokað þó þú sért með mat og vatn. Í öðrum löndum er þessi viðmið allt önnur. Lönd með öflugt velferðarkerfi, til dæmis Norðurlönd, eru með sterk öryggisnet, tryggingar, húsnæðisbætur, heilbrigðisþjónustu. Fólk lifir sjaldan í lífshættulegri fátækt. Lönd með veikt velferðarkerfi geta veikindi eða atvinnumissir leitt til alvarlegrar fátæktar strax. Sum samfélög hafa mjög stífa stéttaskiptingu, til dæmis Indland með kastakerfi og önnur hafa minni lagskiptingu, til dæmis Norðurlöndin. Þetta hefur áhrif á það hve erfitt er að komast út úr fátækt. Hér eru heimildirnar sem ég notaði. Takk fyrir mig.